Komið sæl, ég heiti Björgvin, ég heiti Haraldur og lokaverkun okkar mennskum meðstöðum er að segja ykkur frá Hofi og Hofskirkju. Og morgun þá ætlum við að fara í ferð inn í dalinn og við munum taka það upp. Núna erum við komin inn á bæinn Hof og við erum á annarri hæð. En þessi bær var steyptur árið 1935 og er 136 fermetrar. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá Hofi, en Hof er landnámsjörð. Og hún var numin af honum Böðvar hinum hvíta og hann risti hér Hof mikið og bjó hér og hérna var mikil kirkjustaðir en hérna hafa verið prestar alveg til 1905 en þá sameinaðist kirkjurnar á Hofi, Berunesi og fleira allt á Djúpavogi eftir að Hálskirkja fauk niður. Og síðan er skemmtilegur fróðleikur hann Síðuhall en hann bjó hérna á Hofi og hann er þekktur fyrir að vera fyrsti maðurinn til þess að vera skírður á Íslandi en hann bjó hérna með syni sínum og öðrum en það er skemmtileg þjóðsaga að eina nóttina þá var bankað á bæinn á Hofi, það var bankað þrisvar og það var allir sem þykktust vera sofandi nema sonur hans Síðuhalls, hann Þiðrandi og hann var eitthvað svona ósáttur með að fólk var alltaf þykist vera sofandi og það var eitthvað vont veður úti þannig að hann fór út og ætlaði að kanna málið en síðan sá hann enga hann labbaði af stað og elti hljóðið og síðan kom sá hann 9 konur klæddar svörtum fötum og síðan réðust þær á hann og fólkið fór að kanna lætin og sóttu hann og þá var hann særður og þeir komu með hann hingað inn og þá sagði hann frá öllu sem gerðist. Og eftir þetta þá var Síðuhallur svo smeykur að búa hérna að hann fluttist í Þvottá. Og síðan eftir það stuttu síðar kom Þangbrandur en hann er eitt fyrsti trúboðið sem kom til Íslands og hann kom að Djúpavogi og það vildi enginn taka mót honum og hann fór hérna út firðina þangað til hann kom að Þvottá og þá var Síðuhallur sem tók á mót honum. Og með því var Síðuhallur fyrsti maðurinn til þess að verða skírður á Íslandi. Það er mjög merkilegt. Og ég segi eitthvað meira kannski frá Hofi en fjölskyldan okkar keypti Hof árið 2000 ásamt 11 öðrum en núna eru eigendarnir orðnir 10. Og síðan er Hofskirkja sem er hérna fyrir utan. Hún var reist árið 1896 og það er svona kirkjugarður og hún stendur enn en hún er ekki mikið notuð. Það er fermingarstundum, ég og Haraldur fermdust hérna og síðan er vélageymsla sem var reist 1975 held ég og fjós sem við munum sýna ykkur á eftir. En þetta er svona skemmtilegu fróðleikur og síðan fáum við að sjá kannski eitthvað meira. Nú erum við komnir hér fyrir framan Hofskirkjuna en eins og kom fram áðan þá var hún reist árið 1896 sem timburkirkja en á 100 ára afmæli hennar 1996 þá fórum fram miklar endurbætur og sjáðu í dag hún er nútímalegri og flott. En eins og sjáðu hérna þá er hún alveg upp við bæinn. Og hérna sjáum við trén, þetta er leiksvæði sem við leikum okkur á, sandkassi og rólur og góða minningar. Og þá var það næst hérna, það er vélageymslan. Við erum að skoða hana. Núna erum við komin í vélageymslan á Hofi. Hérna geymum allt draslið, sjá sláttuvelina, þakrúluna, öllina, þakdótið, komum með hana. Við erum hérna lengra og sjáum verkfærin öll. Komum með. Hérna erum við með alls konar, það er gólfsett, fjórhjól, tjald, dót, kanó. Það er bara allt draslið sem það er að nota. Í dag er þetta alveg að nota í leiksvæði fyrir krakkana, feluleik
og allt það, körfubolta, stillt og sæði og þá verður næsta dagskrá bara fjústi. Já, hérna erum við komin inn í fjós eða fjárhúsin en þetta hérna hefur aðalega nýlega verið notað í hreindýraverkun þar sem að mikil hreindýraveiði er á landinu okkar og þá koma þeir með hreindýrin hérna og verka þau. Sjá, hérna er þetta að hengja skrokkinu upp og síðan er þetta að skera í búta hérna. En ég sá nefnilega fullt af hreindýrahornum hérna á hausum þessi hafa ekki verið skotin á sæðinu hérna. Þá höldum við áfram hérna hringinn. Hérna sjá ég garðana þar sem hafa verið líklega bara sauðfé. Mikið af því. Svo líka Hof, bærinn Hof, þeir eiga nokkra eyjar hérna sem er dálítið æðavarp í. En það hefur stundum verið gert, ekki mikið nýlega. Það hefur verið týnt æðardúnn og hann verið hreinsaður hérna. En ég man ekki eftir að það hefur verið gert nýlega. Svo komum við hérna í svona sérstaka geymslu. Hérna er, einhvers konar gummibátur hérna. Ekki mikið verið notaðir. Hérna er bara að vera að geyma einhverja spotta og einhver köð, bara eitthvað. Pallöttur og tunnur. Síðan komum við aftur hérna. En hérna var ég og Haraldur, við ferðumst í kirkjunni, hérna Hófskirkju og hérna héldu stóra veislu. Mættu alveg 150 manns. En það var í síðasta skipti sem var svona stór samkoma hérna. Já. Björgun er ennþá að læra að keyra bíl. Núna erum við komin á bæinn Hof og við erum bara alveg að gera klára að leggja í hann. Við ætlum bara að sýna ykkur hvar við erum og hvert við erum að fara. Svo hérna er Djúpavogur og við keyrðum við erum núna hérna í Álftafirði
og í Hofsdal hérna. Og hérna Hof, þar sem við erum akkurat núna. Planið fyrir daginn í dag, við ætlum að labba hérna í áttina stóra fossi, þar sem við ætlum að tjalda. Ef við fylgjum veginum allan tíman á þetta að vera það bil 10 kilometrar, en við plönum á að taka nokkra útidúra. Þannig þetta var aðeins lengra og mun taka aðeins lengri tíma. En við ætlum bara að reyna að ná þessu fyrir 5 og þá getum við tjaldað og gert kvöldmat þar. Já, og leggjum í hann? Já, leggjum á stað. Það var komið að fyrsta stoppinu. Við erum búin að labba hérna 300-400 metra. Sjá, það bærum bara hérna. Þá komum við í þessa skriðu. Við höfum bara kallað það steinaskriðan út af öllum fallegum steinum sem við finnum hérna. Það sem við getum fundið eru til dæmis kristallar og jaspis og ópall. Og jaspísinn er sérstaklega flottur, hann er svona bergfylling og mjög mjúkur. Og þegar við vorum yngri, þá löpum við hérna, hvert einasta skipt sem við fórum, þá fundum við jaspís og einhverja fallega steina hérna. Síðan þegar það er búið að líða árin, þá er búið að tína marga flottustu steinana og síðan labbaði maður hérna og heppinn og finnur 1-2 og labbar í klukkutíma. Það er alltaf verið þess, þannig jaspís. En það sem að gerir skriðuna aðeins ljótari er allt plastið sem hún finnur hérna og draslið, eins og þetta dekk. Það sem að í gamla daga voru fyrri eigendurnir, þeir gætu bara að henda plastinu í skriðuna og grafa það niður. Og svo ferði skriðan eins og það er gerast og þá fauk plastið út allt og festist í steinunum. Og við höfum verið að gera það svona árlega, taka hring hérna og reyna að taka mest af plastið og síðan færi skriðan og meira plast kemur út. Það var bara að vera að koma að því að taka annar hring. En þetta er með bestu stöðunum og Hofi. Bara alveg uppi. Fyrsta hreindýrsóttarferðarinnar bara rétt svo utan við bæinn. Grunaði verða fleiri. Núna erum við komin hérna kannski kílómetr frá Hofi. Hérna er miðjum foss, ekki stóri foss, það er aðeins í hann. Það er til staðar sem við röddum oft á um yngri, stutt að labba og fallir staðir. Það er komið tíma að fylla á vatnsflöskuna. Það sem mikilvægt er að hafa í huga út að fylla á vatn hérna úti er að ekki taka sem að vatnið er kjult. Það sandast baktería og vatnið er bara að verða. Því að það er kannski ekkert hægt að drekka þess. Þá er mikilvægt að taka það hérna, það sem að hreyfing er. Það er fyrst og vatnið. Já, núna erum við búin að vera að labba í klukkutíma og við erum komin að gömlu beitarhúsinu. Það er ekkert allt og langt síðan að þessi beitarhús var hægt að nota en það sést alveg vel það sem var steypt og hlaðið. Síðan, já, það er alveg skemmtilegt að þegar við vorum að labba hérna upp þá stóð eitt hreindýr hérna og við náðum nokkrum góðum myndum að því sem við munum sýna ykkur. Og síðan að þið sjáið hérna, hér er stóra skriða sem heitir það. Það er ekkert mikið af fallegum steinum í henni. Kannski 1 eða 2 kristallar. Síðan sjáum við hossan á miðveginn hérna. Hún kemur hérna og skiptist í tvennt. Hérna megin heitir hún Suðurá og okkar megin hérna heitir hún Hofsá. Og á milli því er tungan en það hreppur hún á það. Og já, en allt hérna megin við ána eigum við. Núna förum við bara áfram að labba inn Hofsdalinn. 2-0 fyrir Björgvin. Belja og Torfur. In there if I come there, Scott defend in the league of KKN. Hérna komum við reglulega til þess að veiða tófur. En faðir okkar og maður systur okkar vinna við það. Sjáum það að hreinsa
Álftafjörðinn og part af afstöðum með tóum. Það virkar þannig að stilla þér upp rifflinum. Við erum með æti hérna úti. Það er það dauðar, kindur, hreindýr, sums staðar nota er seli eða bara hvað sem að tófunar éta. Og bíða bara eftir þeim og skjóta þær þegar koma að éta. Sem hérna sjáum við erum við með aðstæða sem að ef við komum fleiri en einn, þá getur maður lagt sig og skipt á milli sín mínútunum. Þetta erum við lagt sig nokkrum sinnum. Þægilegur og kósí staður. Nú þetta á tilvalinn staður til þess að taka fyrstu matapásuna. Það eru kanilsnúðar á boðstólnum með hjúp. Leg. Já, núna erum við búin að næra kroppinn aðeins og hvíla okkur. Og þá erum við bara að fara að leggja af stað. Við erum kannski búin með svona 1/4 af ferðinni, þannig að það er ennþá töluvert á áfangastað. Við erum að fara að yfirgefa þægindin í skotkáfanum, en það var engin tói hérna núna, en skemmtilegu fróðleikur tói er að það er eina spendýrið sem var ekki aðflutt til Íslands. Þannig að það er eina spendýrið sem bara bjó á Íslandi. En eins og hreindýrið var flutt frá Finnmörku í Noregi svona 1740 og minkurinn var fluttur til þess að rækta. Og ég held að hvað kom bara misnar með skipum eða eitthvað. En svo held ég að sé ekki fleiri nema mannfólki sem alltaf fluttist líka. En vonandi sjá eina tói og það er gaman að geta myndað hana fyrir ykkur. Hérna sjáum við hrútana og kindurnar sem koma á ætið. Mest af þessu kemur allt frá hnaukum, brúnara hnaukum. Og hérna er nýjasta nýtt sem bætist við. Það er komið myndavél sem sendir myndir af hreyfingu á ætinu. Þannig ef að tóa kemur og étur að sig á þetta þá er pabbi sendt myndaði í síma sinn. En hún myndar samt allar hreyfingar þannig að mögulega fá einhverja myndir á okkur hérna. Komaður kannski inn í myndbandið okkar. Núna erum við komin inn í birkiskóginn en hérna þetta er einn stærsti náttúrulegi birkiskógur á Vesturlandi. Og inn í birkiskógunum hérna stendur eitt grenitré og ein ösk. Það er mjög skrítið en það hefur örugglega einhver plantað þessu. En birkiskógurinn hann nær bara út inn allan dalinn. Og við munum sjá meira af honum fyrir víst. Við erum búin að labba hérna aðeins og horfum hérna. Það rákust á hérna óvæntan gest. Það ætti nú verið búið að smalaði mellum inn en greinilega einhver mistað þessari. Við reynum að láta það vita og það kom einhver í talstöðinni. Skemmtilegur, óvæntur gestur. Eins og kom fram áðan, þá vinnur feður okkur við það að stunda refaveiðar. Það þýðir að þegar grenjatímabilið byrjar þarf hann að fara að skoða öll grenin í nágrenninu. Og hérna uppi í þessu skógi, heilu litlu svæði, eru svona moldabakkar og þar í fyrra var greni. Og þegar við vorum að labba hérna og sáum við að hvolpa. Ég held samt að við klúðrast að ná einhverju af þeim. Það er bara vonandi núna að þessu ári ná einhverju.
síðan hérna í þessum hérna byrgstofum. Þetta er eitt aðalrjúpnið við svæðið í Hofsdal, þar sem að margar skyttur koma og lappa þessa hlíðan hérna og leita rjúpnið. En eftir að við förum hérna aðeins lengra, þá komum við að skriðu sem við köllum rauðuskriðu og við ætlum að reyna að finna einhverja jarðspísa þar í þessu sýningu. Hérna rúmum bara 20 metrum frá hreindýrasporunum sjáum við ferlega ný tófuspor. Við sjáum hérna klærnar og við erum að fara í þessa átt. Þetta er jafnvel mögulega verið tvær með hversu djækt þetta er. Ég er ekki sérfræðingur en það hafa ekki verið að hlaupa þangað. Vonandi sjáum við tófur fljótlega. Núna erum við komin hjá rauðuskriðunum. Líparíti, það eru jarðspísar. Hérna í þessari skriðu finnum við alltaf rauða jarðspísa. Við þarfum bara að leita í 5 mínútur meðaltali. En áður við förum að leita, þá er komið að næstu matarhúsum. Við ætlum að hvíla okkur aðeins og labba í hvað er rétt kringum 7-8. Það er komið að korki og klára skoðuna. Svo breyta smá og þá byrjar leitin. Núna hefst eina leitin. Við ætlum að fara hérna í skriðuna og leita einhverjum jarðspísum. Það er allt drasl okkur eftir hérna á móti Steinuríkinni. Og þá erum við að reyna að taka timelapse og fá það að sjá leitina. Sjáumst. Have no fear for when I'm alone. I'll be better off than I was before. I've got this life. I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long nights allow me to feel I'm falling. I am falling. The lights go out. Let me feel I'm falling. I am falling safely to the ground. I'll take this soul that's inside me now, like a brand new friend. I'll forever know I've got this life in the will to show. I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling. I am falling. The lights go out. Let me feel I'm falling. I am falling safely to the ground. Núna erum við búin að vera að labba ekki 20 mínútur upp skriðuna og vera aðeins daufara yfir þessu en við vorum að vonast. En það er ekki hægt að segja að útsýnið sé að svíkja mann. Hérna er svona foss, svona lækur og síðan aðeins lengra þá förum við að koma að svona kalda potti sem að ég á aldrei nokkru sinnum prófa að fara í. Það kemur eftir smá.
Núna er ég kominn að kalda pottunum, en hérna er fossurinn. Við erum að fara aðeins nær. Það var að passa mig á hálkunni. Já, hérna sjáu þið. Síðast við fórum í þetta, það var ekki alveg svona mikið vatn í fossinu. En kannski finn ég einhverja gamla skemmtilega myndir fyrir ykkur. Þetta er Haraldur. En núna förum við bara að leggja stað aftur niður skriðuna. Vonandi finnið einhverja aðra flotta steina fyrir ykkur. Sjáumst þetta smá. Við erum alveg að vera konir núna niður annað jarðspísskriðuna. Hettin er ekki alveg með okkur, við erum einungis búin að vinna 3 jarðspísa. En hérna þau erum alveg að vera konir niður, þá sáu við rákustu á þetta. En það eru, já, hérna er hreindýra og tófuslóð hlið við hlið. Þau hafa verið að labba sömu leið og við. En við erum ennþá eftir að sjá tófu og hreindýr, en vonandi finnum við fleiri jarðspísa. Göngutúrinn búinn. Það verður þetta ástafurinn heitir Rauða skriðan. Þessi rauði jarðspísar. Þessi hérna þeir eru helviti flottir að síðan. Þessi frekar lélur með hérna. Hérna er agat. Kristaltegund. Þetta er flottir kristallar. Þetta er ástafurinn frekar jarðspísar. Þeir eru sjöldaðir. Hérna erum við komnir í eina grenitrésskóginn í Hofsdal. Sagan á bak við skóginn er svo að áður en að okkar hópur keypti Hof, þá var fyrir eigandi leiðan kvenfélaginu á Djúpavogi að vera með sumarbústað hér. Svo hérna er Leifar eitthvað eftir hann og kemur hann aðeins. Hérna er þetta að sjá gamla klósettið þeirra. Enda smá drasl eftir. Þetta er heldur flott. En þegar að hópurinn okkar keypti Hof, þá var ákveðið þau kvenfélagið að hætta að vera hérna og bústaðurinn var fluttur og eftir eru bara eins og Leifar. Og síðan hefur það alltaf verið hefð fyrir okkur, alla fjölskyldun okkar, að koma hérna jólin og sækja jólatré okkar. Og margar góða minningar hérna. Og síðan fáum við að sjá líklegast einhverja myndir af hverju við vorum yngir hérna. Góða stundir. Já, núna er klukkan að ganga 4. Við erum búin að hvíla okkur aðeins í skóginum. Við erum búin að labba aðeins yfir 10 km í dag, en það er ennþá smá spölur eftir. Við þurfum bara að halda áfram og reyna að koma okkur fyrir, reyna að vera komin 5 leyti. Þá getum við byrjað að tjalda. Við erum bara að halda áfram að labba og segja ekki hvað það er smá, það er frekar lítil reyndar hér hérna hinum meginn. Ég veit ekki hvort þið sjáu þetta vel. En við þurfum að halda áfram að labba, það er ennþá smá tíma að smá lotta áfokast það. Haraldur að hlaupa tilbaka. Gleymdi kikkinu sínum í skóginum. Það er allavega að fara cirka 1 kilometer tilbaka. Á meðan slaka ég bara á, næði smá hvíld. Ennþá smá rok. Það er alltaf læg. Við erum búin að hlaupa kilometer hérna í skóginum. Það eru kilometer tilbaka til Björgvins. Það var maður bara að slaka á í sólbaði. Með vatnið hérna með sér.
metrar. Tíkir fannst. Það er bara alltaf áfram. Það er búið að tefjast, en það er alltaf læg. Mjög góða spurningar eftir. Það hefur ykkur fugl. Dá og trúan líklega smáni í dólunum. Og maður er búinn að labba í kringum 16 km inn í dalnum með útúrdúrum. Eins og segja, maður sér alls ekki hvar við byrjuðum. Það var alltaf núna, ég voru sér kringum 3 km átt á Stórafossi. Þá leitum við að stað til þess að tjalda. Ætlum að taka smá timelapse núna, sýna ykkur leiðina. Það er mjúti. Take lead, the conscious mind. Found myself to be so inclined. Why sleep in discontent? All the price of companionship. My shadow runs with me underneath the big white sun. My shadow comes with me as we leave it all. We leave it all far behind. Our empty pockets well allow a greater sense of wealth. Why contain yourself like any other book on the shelf? My shadow lays with me underneath the big white sun. My shadow stays with me as we leave it all. We leave it all far behind. Subtle voices in the wind, and the truth they tell them. The world begins with a road that ends. Watch me leave it all behind, far behind, all behind. Timelapse er búið. Það sjáum við hérna. Nokkur hreindýr í hliðinni. Það er falleg. Og það labba bara áfram. Hérna sjáum við sýnistæmi hvað Hofsá getur gert, en hérna á vinstra hönd þar er gamli vegurinn, en hann eyðilagðist fyrir svona 8 árum kannski. Það kom ótrúlega mikil flóð og það var bara ekkert annað í stöðunni en að gera nýjan veg. Þessi hérna. Við förum gamla veginn. Jæja, þá erum við komin að veiðistaðnum í Hofsáni. Í gamla daga þá var eiginlega hægt að veiða alls staðar og veiðmenni voru kannski aðeins og glaðir og kláruðu eiginlega allan fiskinn í Hofsáni. En þetta er með svona fáeinu stöðum sem eftir eru, sem hægt er að veiða eitthvað á. Og þetta er hérna bak við klettinn og þarna hjá fossinum í straumnum. Þar er hægt að veiða silung og lax þegar að á besta tíma. Núna erum við að halda áfram, við erum alveg rétt að vera komnir að Stórafossi. Það er bara áfram. Hvað er klukkan, Björgvin? Klukkan er 4:30. Við þurfum að fara að gefa í. Síðan hefur við von á einum gesti hérna sem ætlaði að kíkja á okkur. Við erum líða fyrir kvöldi. Sjá hvernig okkur gengur. En þá bara sjáumst við fljótlega. Já, takk. Þá erum við að verða komnir. Gömul rétt eða svona hálfgerð rétt girðing. Við erum að sjá hérna. Það er glitta í Stórafossi. Þetta er alveg að gerast. Klukkan 4:30 þannig. Við erum að fara að hugsa um það að tjalda og gera tilboð og gera kvöldmat. Þetta er heldur sáttum með ganguna. Við erum búin að slaka aðeins á. Aðeins þreyttir í öxlunum. Þetta er að bera allt þetta þunga. Og þá er Magn veiðimaðurinn Sigurjón Stefánsson kom inn hérna að kíkja á okkur. Sjá hvernig okkur gengur og hjálpa okkur að tjalda eitthvað og sér fer hann okkur eftir.
Alltaf gaman að fá gesti. Núna erum við komin í timburhásinn en ég veit ekki að það það. En þetta er þekkt kennileiti að þetta er bara alveg upp í Stórafossinn en við erum hérna sjáum við 5 stórar aftur. Já, mjög flottar og síðan erum við bara að fara að labba 100 metra og þá erum við komnir það sem við ætlum að gista. Jæja, þá eru gestirnir komnir. Hérna veiðimaðurinn Sigurjón Stefánsson og þessi hérna fárulingur, Kolur. Þeir komu hérna frá heiminum og þeir eru slæmar fréttir, þá spáin versnaði og það verður ekki hægt að tjalda aðra nótt. Þannig við gistum bara þessa einu nótt hérna og síðan verður þá bara planið breytt og við tökum hring á morguninn og löpum heim. En þá er bara komið að því að tjalda hérna fyrir nóttina. Við ætlum að hafa eldstæði hérna. Við erum að grilla kannski aðeins og fljóta undir vatn. Og síðan hérna sést glitta aðeins betur í Stórafossinn og fallegast á Austurlandi. En þá er bara komið að stilla upp. Við skulum sýna ykkur það. Such is the way of the world, you can never know just where to put all your faith and how will it grow. Gonna rise up, burning black holes and dark memories. Gonna rise up, turn mistakes into gold. Such is the passage of time, too fast to fold, suddenly swallowed by signs, lo and behold. Gonna rise up, find my direction magnetically. Gonna rise up, throw down my ace in the hole. Þá er pabbi farinn og hann kom hérna með eldstæði fyrir okkur. Við erum að reyna hérna að kveikja eld. Við erum búin að tjalda og þess að sáðu á Taillands. Þá hefur komið að því hérna að borða. Það eru flatkökur með hangikjöti í smjöri. Hangikjöti sauð pabbi fyrir okkur fyrir ferðina. Og flatbrauðið var bara keypt. Það er á flatköku núna sem ætlum að reyna að elda eða grilla eitthvað með pylsur. Þetta er bara, það gengur bara, þetta gengur. Við börgum hérna inn í eldunum, eitthvað að gerast. Búið að stilla upp svefnaðarstöðinni. Svefnpoki og kottar sem pabbi kom með. Helvita ánægður með þetta, þakka fyrir það. Og þá förum við vonandi að borða pulsur eftir, ef ekki þá labrið hérna. Það er heldur ánægð með þetta. Það er klukkan 6:30, Björgun að brasa hana í tjaldinu og það labbaði hérna aðeins og reyna að finna eitthvað fallega staði nær umhverfinu. Taka eitthvað lítið göngutúr. Reyna að finna eitthvað fólk. Haraldur er akkurat núna að labba og sýna ykkur Litlafossinn. En meðan var ég að hitta á hellunni og er hérna að grilla pulsur
Það er róleitunum. Ég er að fara að setja... Ég er að leita brauðin á hérna núna. Ég ætla að setja brauðið fundið. Að veðja að setja brauðið á helluna og mögulega það er eitthvað skemmtilegt með það eins og setja utan á pylsurnar en það kemur bara í ljós. Það var klukkan 7. Það er rétt svo mista sólsetrinu. Það er ekki myndið því en það var ekki það sem maður vill. Þannig Björgvin að brasa verðin að halda eitthvað fyrir mig. Pylsur og brauð, vonaði. Og síðan hérna er hægt að sjá hvernig við hópsáinn og bara sama veðri hefur farið með utan vegina hérna í Hósdalnum. Hérna var einu sinni vegur, eins og sjáið. Og síðan kom skrið og náttúrulega stútaði öllu. Og þá er núna búið að færa veginn og þetta fer upp þarna í horninu. En þá er það bara að labba heim og heim í tjald og fíka Björgvin, bara að borða. Kvöldmatt. Haraldur, hann er farinn að taka mynd af sólsetrinu en klukkan er eiginlega 7. Sólin er byrjað að setjast og það er byrjað að kólna allrækilega. En ég er hérna að gera brauði. Pylsurnar eru búin ég fekk mér 2 pylsur. Ég setti aðeins svo mikið af smjöri á helluna en það er bara allt í lagi. Þetta brauðið líka eiginlega til þess að taka af smjörið og síðan verður þetta vonandi betra. En ég þarf þá bara að éta þetta. Já, þannig næst fáið þið að sjá betra brauð. Já, klukkan er núna orðin svona cirka korter yfir 7. Haraldur, hann er mættur. Kvöldmaturinn er þá bara að hefjast. Pylsurnar, brauð á pylsurnar, bara lúkkar alveg nokkuð vel sko. Það er bara að fylgjast með þessu. Passa að þetta brenni ekki. Haraldur er núna að fá sér brauðið sem ég gerði fyrir hann og líka að fá sér flatköku. Smakast mjög vel. Síðan já, grillum okkur einhverja smá pylsur og brauð og hangikjöt og við étum bara eins og kóngar í kvöld. Smakkast brauðpylsan. Það er ekki hérna 8 eða 10. Það er heldur gott. Gerir ég hvert á. Það sem ég er ekki búinn að elda neitt. Það er bara gott. Það er eftirréttur. Menn að fara vel með sig. Alveg hitt í kólum. Það er ekki lengi gert. Golden brown. Ég er að gera mína hérna núna. Þetta er heldur gott. Ég sem aðeins fyrsta tilraun. Mér. Ég sem að ég vil 100 myndi að borða þetta. Svona er þetta. Klukkan er að verða 8:30. Varaldurinn logar. Við erum að passa að hann dreifir sér ekki. Með sykurpúða. Við erum bara að fara að spila og taka því rólega. Og bara slaka á næsta klukkutíman 1,5 og ánum förum inn í tjaldið og förum svo að leggja okkur. Klukkan var nú rétt svo að slá 9. Haraldur fór á klósettið. Ég er bara að klára að taka til hérna. Gera klárt, taka allt inn sem að má ekki vera úti yfir nóttina og klára að vaska upp. Síðan held ég að það á að fara við frostmark í nótt, þannig maður fer svo að klæða sig í náttfötin og
Fyrir svo kannski að taka einhver spil fyrir svefnin, en núna er ég bara að klára að ganga frá og gera allt klárt fyrir svefnin. Æja, langur dagur, klukkan er núna Núna er 9:30 við erum þessi, 12 tímar sem við leiðum að stað. og við erum örugglega búin að labba það bil 20 km. Þannig núna er bara komið tíma að tannbursta sig og koma sér í tjald. Helviti sáttur með þetta. Góðan daginn, klukkan er 7:30. Við vorum löng og erfið nótt. Það er búin að vera hérna sofandi á glerharðari í jörðinni. Vaknaði nokkuð sinnum en við sjáum það er kominn dagur eða það er bjart úti, við sjáum það ekki. Svo fara að pakka upp að bóra morgunmat og leggja sér í stað og vonandi fljótlega, aðeins lengri inn í dalinn. Here's to the judges of John Roberts, who wear the robe of honor in their phony legal form, and justice is a stranger when the partisans report. When the court elected the president, it was the beginning of this war. Here's to the land you've torn a heart of. John Roberts, find yourself another country to be part of. And here's to the government of Dick Cheney, with criminals posing as advisors to the crown, and they hope that no one sees the sights and that no one hears the sounds, 'cause the speeches of our president are the ravens of a clown. Maturinn er búinn, við erum búin að pakka, við erum bara að gera klára að leggja og við leggja það stað og við ætlum bara að sýna okkur hvert við erum að fara. Akkurat núna eru við hérna á milli Timburásins og Stórafoss og planið í dag er að labba hérna og eftir þessu upp að Djúpadal og síðan ætlum við að snúa aðeins hérna og fara sína ykkur Flötufjöllin. Það getum við kannski hort yfir í Geitaldal og síðan snúum við bara við og ætlum að vera komnir heim eftir svona 5 tíma. Það er svona 2 eitthvað og það ætlum við að pakka og síðan leggja á stað á Hof og ætlum við að vera komnir heima undan vondaveðrinu. En það var bara að leggja það á stað. Nú erum við komnir að Stórafossinum. Þú sjáum hvað hann fæði nafni. Það er flottari á öllu Austurlandi, eða bara Íslandi. Og taka nokkra myndir á honum og síðan verða ferðinni haldið áfram aðeins inn í dal að stað sem heitir Innribótinn. Nú erum við að segja ykkur frá fyrstu hreindýravegunum. Og fyrst er það bara að njóta hérna útsinni í smástundi viðbót. Núna erum við búin að labba í svona 1 klukkutíma og við erum komin hérna svona lítilli rétt. Þetta er örugglega verið notað ef kindurnar voru hérna einhverjum sem að urða eftir og ég gæti að satna þeim hérna. Kom bara áfram.
Bakk, 2-1. Bryndisvöllur mitt og hérna 2 sekúndur seinna andskot. 3-1. Hann er búinn að fara langleiðina með að tryggja sigurinn. 4-1 í keppninni. Andskot. Við erum komin að heldur Fótosfátt með regnboðina. Við erum búin að labba að tæpa 3 kílómetra kannski. Stefnan er á að taka núna hringjana, fara upp hér, taka því smá krók og koma tilbaka eitthvað hérna, labba þessum fjöll. Við erum komin tilbaka eftir svona 3-4 tíma, mesta lagi. Það var Davíð styttri, við löpum beint heim vegna veðurs. Það var rigna og bara ógeðslegt veður á eftir. Vonandi finnum við eitthvað flotta staði, við munum sýnt eins og þennan. Það var bara áfram. Núna erum við búin að labba vel 5-6 kílómetra í dag inn í dalinn. Komið tíma á smá kaffipásu. Það verða pítsasnúðar og M&M og eitthvað. Þetta er að lengsta sem við ætlum inn í dalinn. Hérna lengra innar er annar heldur flottur og stór foss sem heitir Bótafoss. Við höfum það inni að labba honum bara. Þetta er að lengsta sem við báðir höfum farið. Og þá næst á dagskrá er að labba hérna upp á Flötufjöllin. Það er einhver búinn að fara hérna á fjörhjóli eða einhverju jeppa eða einhverju torfærutæki. Þú kemst á bíl upp á Flötufjöllin og hann hefur farið hérna inn. Og bara komið tíma smá hvíld og síðan er bara áfram gakk. Cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Já, núna er matarpásan búinn og við erum að fara að gera okkur klára að leggja af stað. Ég ætla að sýna ykkur aðeins hvar við erum. Akkurat núna hérna gistu við á milli Timbrás og Stórafoss og erum búin að labba hérna yfir Djúpadalinn og innri bóðina allalega hérna í ytri bóðina og síðan sjáum við hérna eru axlir en það er þetta hérna. Löpum aðeins nær þeim og síðan hrossatindarnir sem að sést hérna og þú fylgir þeim alveg inn dalinn. Þá kemur á Hossvöllunum sem að fá kannski að sjá mynd af. Já, og síðan er Hofsjökullinn aðeins lengra en það. Planið núna er þá bara að labba eftir jeppaslóðunum og fara áttina af Flötufjöllunum. Þess að, sjástu þar.
It's for every point you make, your level drops. Kinda like a starting from the top. Þeir eru komin fyrir Böfflötu fjöllin. Þetta er mikið rjúpnaveiðisvæði. Eins og sést, það rákust á nokkrar hérna. Rólegar. Og pósa fyrir björgun. Bergi búinn að tryggja sigurinn. 5-1, stærsta hót dagsins. Þá erum við búin að labba 10 km í dag. Við erum konur hérna, við erum búin að labba yfir Flötufjöllin. Konur hérna og erum að horfa ofan í Geitlandardalinn. Já, hérna sjáum við annars jeppaslóða sem við nota til þess að fara á rjúpnaveiðar. Við fara hann þó nokkrum sinnum. Síðan erum við bara að njóta útsýnisins og svo þurfum við að fara að leggjast það tilbaka. Það fer að styttast í vondaveðrið og við erum ennþá eitthvað svona 10 km eftir. Þannig við þurfum að fara að labba af stað. Það var bara aftur yfir Flötufjöllin tilbaka og niður á Stórafossi. Það er keppninni formulega lokið. Stórt harðsótt með frekar flottan spaða. 5-1. Það er held ég engin sess að endur komið. Ég held þessi 6-1 en 6-1. við rennum yfir þetta. Við erum að hætta að telja. Við rennum yfir þetta í enda, við erum að klippa þetta saman. Við erum að vera búin með Flötufjöllin og er það bara eiginlega hérna beint niður núna. Við erum að ná sæmilegum tíma þannig að það er bara að labba beinastlega heim. Við erum búin að fá það í gegnum dansstöðunar að það er búið að sækja allt drasl okkar svo við getum bara að labba beint heim. Þannig að það er heldur fínt. Það er bara áfram. Þannig niður aftur. Við erum að nálgast Stórafoss. Það eru komnir á sama slóðan við löpuðum upp. Það er að styttast í Stórafossinn. Sjáum hana ána, renna í hann. Þetta er alltaf góðum tíma. Það er búin að finna næsta hreindýrshorn. Við erum búin að vera smá tíma á hún í jörðinni. Þetta er búin frekar mikið bust. Hvað er það, 7-1? Já, ég held að. Þetta Þetta er fornið. Já, þetta er heldur flott. Við erum ennþá lengst út í Raskati. Það er helviti flott landslæði hérna. Það er bara áfram. Ég er nýbúinn að grafa mitt upp hérna. 7-2. The comeback is on. Það er draumurinn búinn. 8-2. Væntanlega síðasta reyndisótsferðarinnar var á veginn eftir heim. Við höfum reynda búin að labba þetta, þannig að veit ég hvort þetta telur, við það mista því leiðinu fram. Jæja, svona er þetta. Það er bara áfram gakk.
alveg verið komnir í búðirnar. Þarna sé Splitta í Stórafoss síðasta skipti. Búðirnar voru þarna. 300 metrar niður, cirka svona grasbletturinn er. Við erum búin að semja við að sækja okkur. Þannig að það sem að ber við fjöllin. Þetta er búið að vera heldur fyrir göngutúr, komið tæpa 17,5 km eins og komið er. Það er komið tíma á matapásu þegar við komum í búðirnar. Sér smá spölur eftir. Já, það er bara áfram gakk. Já, nú erum við komnir á staðinn þar sem við tjölduðum í gær. Við erum bara að fá okkur létta máltíð áður en að við höldum áfram út dalinn og já, veðrið var búinn að vera ótrúlega gott í dag en það var bara logn undan storminum. Það er aðeins byrjað að hvessa og á bara að versna með deginum. Þannig að þetta er bara snögg máltíð og síðan leggja aftur á stað. Við erum búin að labba 50 km síðustu 2 daga, 25 í dag. Við erum bara búinir á því. Þetta er bara búið að vera heldur gaman og segjum bara takk fyrir áhorfið og until next time. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed, and you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me.